Það bara að sýna ykkur eitt núna svona til að byrja með. Ég ætla að safna sjálfa mér og labba svona aðeins. En þessu má ég ekki fara upp. Þetta rosalega, það verður svo rosalega vont hérna, þessi smá tíma. Þetta núna kannski 15-20 sekundur. Þetta rosalega, það að vera svolítið tapt, vont. Ég alveg ráttjöndum, sko. Þetta rosalega vont. Það líka hlið í endan. Ég veit ekki hvað ég verið hérna lengi. Svo þetta gott þegar maður má koma svo langt, sko. Og það verða margir hérna í salnum og ég líka sem búið að pína hattana kannski á raskatinu í kannski 5 mínútur, kannski 10 mínútur. Það verða mjög þetta var erfitt, sko. Það verða mjög vont bæði fyrir vöðvana og höndin í stróknum og örulega líka fyrir hausinn. Því að hesturinn náttúrulega ekki búinn að ákveða að vera heimsmeistari eftir 5 ár. Náttúrulega bara vera út á túni og borða það og það var gott. Og kannski líka ekki síður mikilvægt að meðan hesturinn í svefnun og kannski velur hann að vera þarna sjálfur ef við umbuna honum fyrir það að kenna hesturinn að hafa það svolítið huggulegt eða góði í svefnunum. En ef að snapinn alltaf stanslaust í tauminn og stanslaust að hvetja þá ekki mikið gaman að vera í hérna, sko. Ef ég var hérna núna, þá var einn að toga í mig og sparka í mig og svona. Alltaf tíma, það verið mjög leiður. Og hann Tyrfingur, ég er búinn að prófa tvísvar hérna núna eftir ég kom. Ég er búinn að prófa tvísvar í 10 mínútur. Þannig ég þekki hann ekki mjög vel. En hann var svona samarbeidsvilji eins og við köllum þetta í Noregi. Hann var svona fljótur að skilja mig, svolítið. Og ég ætla bara að byrja þetta. Man alveg kemur beint fyrir hatthúsi núna og sagan að hann búið að vera pínu viðkvæmur og kannski hann svona líka pínu. Það líka kannski þetta sem svolít næmari líka. Pínu lítið að kannski loka puttana og taka aðeins en ekki tósa. Eins og núna, þá var ég að hamla. En það kemur svona svolítið frá sæti. En ef ég ætla að hamla og hvetja, þá verður það sést alveg strax að þetta verður svolítið stressað, sko. Núna þessi svolítið viðkvæmur, en sem svolítið stórt áhugamál hjá mér að reyna að finna einhverju leið að við getum safnað með minnst möguleg að stressa hestinn í andleik. Og bara núna meðan ég að hægja svona frá sætið þá kemur strax smá söfnun í hestinn. Það þarf ekki að hvetja mikið, allavega ef að hestinn að hugsa fram. Ég held að fleiri aðrir atriði sem mikilvægt þeirra. Ef að hesturinn skakkur til dæmis,
skakkur og þegar hann skakkur þá hann með framlutan og afturlutan ekki sama sporið. En þá mjög erfitt að safna hann. En ef hann svona nokkuð beitt, þá þarf ekki að taka mikið í tauminn til að safna þessu. Það svona ekki alveg að safna sig, en hann svona allavega að reyna. En flest þessu vandamál hverfa, ef þetta ekki mjög einabygður, þá hverfi flest þessu vandamál með góð raumaskar, með því að fá hættu til að vera réttur. Þegar hesturinn verður samskora, þá hann náttúrulega með báðar afturfætur fyrir aftan, og svo einn svo beint fyrir aftan hestinn, eða til hestinn, frekar, kannski, og þá svo miklu stærri líkur að hann getur borið sig, og ofta svara hestana þegar þeir eru samskora. Það ekki búin að bjóð stóðu þetta vinna. Það fer í þetta. Og ef maður gerir hesti samskora, þá fara hesti sjálfur og langa svona lengja yfirlínuna og náttúrulega þegar hálsinn verður lengri og afslappaður, þá örulega, svona sennilega mun hausinn svona hanga svona nokkuð svona fínt á þessu. Ef það verður eitthvað þínur svona stífur eða þínur stressaður, þá bara alveg rólegur í náttúrnum, sko. Og svona bara til að hafa hann alveg rólegur. En náttúrulega ef hann verður svona rólegur, þá verður fetið aðeins. En þið sjáu það, stundum hann svona aðeins svona áður, eða núna, þá fer hann svona aðeins fram í tauminn. Þá ég bara rólegur að reyna framlutan og afturlutan, að saman fóru afturlutan, þannig að hann kemur í betra byrjuði. Ef hesturinn verður svona aðeins slappur og kannski þetta aðeins á tilbyrðinu og framfærstíðin og það verður svona alveg að missa jafnvægi, sko. Og kannski hann líka að byrja að stytta nakkabandið og svona aðeins að stytta yfirlínuna. Þá ég með ábending sem þannig að ég svona svolítið stinnur þegar ég að fylgja hreyfingunum í hestinn. Það byrður svona stinnur og letur. Þá nota ég fyrst svona viktina sem ábending. Og ég held að það sem margir sem að gera öfugt við mig að þegar þú notar tauminn, þá spenna þau líka kannski ná hnið saman eða spennir þau svona í rassinn, svona kannski svona, ekki maður sömur sem gera svona. Og það ekki svolítið skrítið að horfa á. Ekki betra bara að setja alveg normál. Það eðlilegur. En bara, maður með smá svona tónus eða stinning í skrokkinn, þannig aðeins svona letur að fæta. Og ef maður verður svona að missa bakið, þá fer ég svolítið í hestinn, í bakið á hestinn. Ég búinn að heyra að sumir getur alveg sogið hestarna svona uppi milli fótanna. Ég veit ekki hvernig þetta er. Ég ger þetta ekki þannig alveg. Einhvers konar vakuum þetta. En
það svona lógist fyrir mig ef að ég legg smá meira vikt í bakkahattinn. Þegar ég svona aðeins og taka það nokkur kíló frá til að hafa það svona til varða, vorna á það. Og þegar ég svona aðeins í, og þá finnur höndina að að verða þyngri uppi. Og þá það svona stramma sig svolítið upp til að lyfta mig upp. Og strax þegar hann búið að fatta þetta, að ég á eftir að taka þessi ábendingi finnur burtu þegar hann kemur bakið, þá nota ég þetta sem ábending. Bara kynna niður, bara eins og leggja hvalvinni hlýðin. Strax þegar hann að flytja sig, svona, þá fer hvalvinn aðeins burtu. Og það sama hérna, strax þegar hann fer að stýta sig svona, fer aðeins onni í bakið honum til að hann taki mér á, svona á móti mér. Það svona að reyna að lyfta mig eða bera mig betur. Þá tek ég strax viklinni burtu þegar hann búinn að lyfta mig svolítið. Hæfileika kunnáttur eða svona hæfileika til þess að fylgja hreyfingum. Mjög vel. Ég held að bæði oftast maður svona aðeins til aftan svæðilengdi hérna, mjálmalíði. Á töfti þá maður kannski svona aðeins svona stoltur og svona svolítið svona pínu lítið fyrir aftan og með bakið. Þá við svona mjálmina svolítið frálst til að fylgja hreyfingar. En því ég var núna í harfleitri áðurðaflokki, þá kemur svo mikið svona högg upp og niður og kannski líka svolítið erfitt að vera mjúkt í albúana. En ég er búinn að vera harflokki þegar ég var svona 8 ára, þannig að þetta er 30 ár. Já, hérna. Og hælinn. Hælinn líka, já. Vinstra. Já, báðum megin, já. Já, þá get ég svona nota þetta til að regulera svolítið hvað ég er með mikið vikt í bakið á.